Já, góðan daginn! Herðu, það langt síðan, ég búinn að taka með smá ágætis pásu núna hérna inn á snappinu. Hérna inn á YouTube, ég allavega byrjaður í dag. Það sem búið að gerast ég búinn að vakna, ég búinn að vekja strákinn, ég búinn að fá mér morgunmat, shake. Klukkan núna 1 og ég búinn að fá mér hérna omelettu, svona eggjadrasl. Og núna ég að fara inn í dýrabúð, að fara að kaupa hundamat handa hundinum mínum og svo ætla ég að henda mér á æfingu. Þetta verður góður dagur, virkilega góður dagur. Ég ennþá að vinna í því ef þið, með bólina, ég ennþá að vinna í því að búa til svona netverslun, þannig að ef þið hafið áhuga á því að kaupa svona ból, þá endilega hendið á mig línu, heimasíðan ekki komin upp eins og en ég að vinna í því. Kíkjum inn í dýrabúðina. Það alveg virkilega gaman að fara inn í búð og heyri í Aroni Hannesi í útvarpinu. Ég veit ekki hvort þið heyrið það. En já, ég allavega núna að leita að hundamat. Sé ekki matinn hérna, en tjekkum á þessu. Það var ég búinn að versla hundamatinn. Þvílíkur meistari sem að vinna þarna. Ef ykkur vantar hundamat eða dýrafóður, mæli ég með því að fara þarna. Þetta ekki kostað og ekki sponsað. Þetta hendur bara á æfingu. Þá ég komin heim, búinn að fara á æfingu, komin heim. Ronny að borða Baltasar í bílnum sem hann skítræddur við. Hvað við erum að fara að gera í dag, ég bara veit það ekki, hann kemur í ljós. Herru, þá erum við farin út, við erum að fara í rúmfattalager, við erum að fara að kaupa eitthvað. Veit reyndar ekki alveg hvað við erum að fara að kaupa, það er fóða lítið að hlusta. En tjekkum við rúmfattalager. Herru, við erum að fara að skoða gardínur og þetta án efa skemmtilegasta sem við gerum. Sko, persónulega ég rosa mikið þannig að svona eins og hérna, þetta minnir mig á svona iðnaðardót eins og tannlæknar og þú veist, pabbi, í fyrirtækinu hjá pappa var svona anindulangur eins og og bara gerum við það þannig. Sárt? Ljósan og... Já, hvítan illa sko heilt líka. Já. Gallinn sko að glugginn hjá okkur 230 að lengd og hæðin 166. Þannig að það væri langt þægilegast og flottast að vera bara með eina lengd, en tjekkum á þessu. Mjög fyndið, Anita vildi hoppa inn í Hagkaup. Ef þú ert ekki með mig á Snapchat, það sem skeði í gær var að það kom ungur herramaður, þvílíkur meistari, kom til mín og þekkti mig og vildi fá selfie. Ok, það verður vikina, þetta fyrst skipti sem þetta gerist. Mér fannst þetta skemmtilegt, mér fannst þetta merkilegt og þessi gaur bara snillingur ef þú ert að horfa. Allavega, burtséð frá því, þetta skeiði Hagkaup í Garðabæ. Núna ég fyrir utan Hagkaup í Garðabæ. Ég fékk ekki að fara inn, en Anita, henni langaði að fara inn. Ég held að hún vilji örugglega eitthvað hitti sig. Þannig að ef þið sjáu Anitu, sem kona mín, þá megi ég endilega segja hæ við hana og segja að ég sé aðeinslur. það væri mökkfyndið. Allavega, við fórum í Rúmfó, keyptum eitthvað gardínudrasl sem ég býst við því að Anita ætlist til að ég seti upp á eftir. Það bara þannig. Og svo keypti hún eitthvað annað, ég veit ekkert hvað hún var að kaupa. Ég mjög svangur, ég get ekki beðið eftir að fara að fá okkur eitthvað að borða. Veit reyndar ekki hvað við ætlum að fara að fá að borða í kvöld. Strákarnir þetta Baltasar. Halló? Það segir hæ. Ok, og Benjamin hérna hinum megin, sofandi líklegast. Hann alltaf sofandi. Hann mjög þægilegur, Benjamin. Þegar þú sér þetta, þú ert orðinn eldri, þú ert mjög þægilegt barn. Og það mjög þægilegt að hugsa þig. Þú sefur bara endalaust, eins og bróðir þinn reyndar. Baltasar var reyndar þannig líka, hann svaf endalaust. Hefur ekki bara að segja að við sjáumst heima. Þessi dagur rosa rólegur sko.
varstu búin að íta á subscribe hérna fyrir neðan. Íta á, núna bara íta á pásu, pásaðu bara. Íta á hérna subscribe sem er hérna fyrir neðan. Og svo máttu íta á like líka. Það er bara, það er ekkert, þú ert ekki að missa neinu, íta bara á pásu. Þú getur meira þess að gert það held ég á meðan ég er að tala við ykkur sko. Við skulum bara bíða. Og meðan þú ítir á subscribe, takk hann hérna fyrir neðan og ítir á like. Skulum bara bíða. Ætlar ekki að, þú veist, takkin er bara hérna hliðin á sko. Hann er einhvers staðar, ég veit reyndar ekki alveg hvar. Hann er samt hérna fyrir neðan rauður, stendur subscribe. Ítt á hann. Já, og íttu líka á like. Með þetta gaman ef þú myndir íta á like líka. Það eru takk æðislega, en það er hundur í glugganum. Já, það. Ég er alveg viss að þessi hundur er báðið búinn að íta á subscribe og like. Hérna fyrir neðan. Herru, drífum okkur. Ég ætla að drífa með, við sjáumst heima. Íta á subscribe og like. Ok. Herru, við erum komin heim. Anita, hún er farin að elda fyrir okkur mat. Það er lasagna í boðinu. Það er eitt trikk sem Anita er með. Má segja það með það? Nei! Nei! Sko, plöturnar, þær eru auðvitað harðar og eitthvað. Það pasta? Já, í pastanu. Okkar reynsla er að plöturnar verði ekki mjúkar á meðan við setjum þær í ofninn. Anita sagði ykkur frá þessu eða? Já, ég sá það frá Snapchat. Já. Anita sá á Snapchat að sjóða, ef þú sýður vatn og setur svo plöturnar ofan í, þá eru orðnar mjúkar, skilurðu, og svo þegar þú setur jökkið og draslið og hakkið og eitthvað inn í ofninn, þá verður plöturnar perfect. Bara svona, segja ykkur ef þið hefðuð áhuga. Gælt í lagi, viltu dudduna? Já, hérna. Svona. Já. Já, þannig að þarna er staðan. Baltasar er bara að leika sér í spjaldtölunni. Benjamin er lúlandi og konan er að elda og ég er ekki að gera raskat. Já. Já. Það er steingleimt að taka vélina upp. Við erum búin að borða. Baltasar er farin að sofa. Það sem ég er búin að gera er að setja upp hérna festingarna fyrir þetta gardínudót. Svo á bara eftir að setja þetta spítaladót hangandi hérna. Og þá er það bara komið. Og kannski fæ ég að sofa. Hafa huggó. En ég held að þetta geti komið svolítið töff út. Ég er eiginlega vissum. Ja, herru, þá erum við loksins búin að henda þessu draslið upp. Þessu dóti. Þá lítur þetta svona út. Rosa flott. Ertu ánægð með þetta? Hún er ánægð með þetta. Nú fara út með Ronju. Já. Núna klukkan, þetta er ekki 10, klukkan er allt margt. Ég er búin að fara með Ronju út að labba. Ég gleymdi að taka vélina með, það reyndar ógeðslegt veður úti. Anita er að púsla saman einhverju, hvað heitir þetta? Skógrind. Já, einhverju skógrind sem hún ætlar að reyna að tróða í nefnarskáp. Ég ætla að enda þetta í dag, bara þakka þess fyrir áhuga, mundu þú frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.